Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og blessuð. Þá erum við komin í, ég vil segja bara sívinsæla liðinn óþekkta þingmanninn. Við sáum það eftir síðustu þingkosningar að það væru svo margir þingmenn sem við þekktum hvorki haus né sporð á. Þetta séu 34, 9 þingmenninir okkar, að það væri bara ágætt að vera með sérstaka þáttaröð þar sem að þeir yrðu kynntir hér, leiddir eins og lömb til slátrunar. Nei, ég mig alls ekki. Heldur hérna og kepli mitt sem að þetta hefur lent á mér að heyra öllusi nýja fólki hefur verið að draga fram persónulega hlið þessara einstaklinga. Við sjáum þau alltaf í einhverjum pólitískum debatt en mig langar til þess að kynnast manneskinu sem á bak við allt þetta góða þingfólk og hjá mér núna í hljóðverinu manneskja sem ég hef aldrei hitt og ég veit ekkert hana og ég hlakka til að rappa við hana næstu 40 mínútur eða svo. Velkomin Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar. Takk fyrir, gaman að vera komin. Það ekki? Jú. Þingmaður eða þingkona, það skiptir engu máli? Skiptir ekki máli, en mér finnst alveg gaman að nota þingkona svona allavega í bland. Já, einmitt. Af því að þingkonur hafa verið til skemmur en þingmenn. Já, einmitt. Sko, þú varst að heyra mig segja ég vissi ekkert þig, sem kannski ekki alveg rétt, en ég hef ekki sóst eftir svona því að leita mér kunnáttu sérstaklega þig, en það sem hefur svona komið að mér utanfrá að ég veit að þú ert músíkmanneskja og það í sjálfu sér bara gerir því svolítið öðruvísi heldur en hinn hefðbundna þingmann. Og mér langar að byrja á því að þú farir með okkur alveg bara til æsku eða bernsku og þú reynir að svona segja mér hvers vegna músík varð fyrir valinu hjá þér. Það auðvelt sko. Þetta bara átti rosalega vel við mig frá fyrstu tíð. Ég byrjaði að læra á fiðlu í 3 ár. Svo sá ég hvað það var gaman að vera í lúðrasveit og hugsaði með mér, ég þarf að koma mér í þetta og ákvað þá að skipta yfir á trompet. Þannig að ég svo spilaði á trompet alla tíð síðan og kláraði burtfarapróf þar í tónlistarskóla Árnesinga, ég uppalinn í Þorlákshöfn. Já, fædd í Reykjavík en uppalinn í Þorlákshöfn. Já, en ég bjó nú alltaf sko í Þorlákshöfn, bara sérst öll mín æsku ár. Já. Og lærði líka píanó og sótti bara mjög mikið inn í tónlistarskólan. Ég fann svona bara stundum var bara svolítið mikið kaotísk stemning svona meðal míns stóra bekkjar og þá fór ég til dæmis bara oft í frímínútunum. Ég fekk sérstakt leyfi til að vera bara inn og æfa mig í frímínútunum. Stundum fór ég bara og var einum sjálfur mér að æfa mig á hljóðfærin í frímínútunum. Ég fannst það oft bara mjög notaleg stund. Þú fann skjól. Já, tónlistin og sko ég segi það ofta að tónlistin hefur í raun verið svona rauði þráðurinn sem hefur leitt mig áfram bara í mín stærstu ævintýri lífsins sko. Já. Og hún leiddi mig að manninu mínum og það er bara, henni svo margt að þakka og öllum þeim frábæru tónlistakennurum líka sem að ég fekk að njóta þess að læra hjá. Já. Og áttu minningar snemma á æviskeiðinu þar sem þú ert að syngja, þú ert að humma eða þú heyrir eitthvað lag, þú heyrir einhverja melodíu og þig langar að spila hana eða? Nei, ég get nú ekki sagt að tengi þannig, sko, ég fór rosa svona akademískt í gegnum tónlistarnámið og ef það er eitthvað sem ég svona sé eftir við tónlistarnámið, það að hafa aldrei fengið neina svona innsýn inn í einmitt þetta, bara að njóta tónlistar og yfirfarna svo inn í námið. Það var rosa mikið svona eftir bókinni, en svo seinna uppgötaði ég að þegar ég fór í listaháskólan, hvað er ótrúlega gaman að búa til tónlist einmitt með fólki. Já. Og fór á svo mörg frábær námskeið með tónlistakonu sem heitir Sigrún Sævarsdóttir Griffiths og er kennari, hefur kennt lengi vel í Guildhall School of Music and Drama í London og hefur komið og haft rosa áhrif á marga í tónlist af því að hún vinnur svona þannig að maður tekur svona aðeins tónlistina úr kennslustofinu og fer með hana inn í samfélag og ekki bara heldur á sviði í tónlistarhúsum
heldur maður notar tónlistina sem tæki til að vinna með inn í samfélaginu. Á þessu námskeiðum fóru til dæmis inn á Litlahraun sem var mjög áhrifaríkt, þar unnu við bara tónlistasköpun með föngum sem það voru þar inni og við fórum inn í skóla og elliheimili, hjúkrunarheimili sem var til þess að lokaverkefni mitt úr BA-náminu í Listaháskólanum var svona skapandi tónlistanámskeið með eldri borgurum í Þorlákshöfn sem var svo skemmtilegt að hópurinn bað mig bara að halda áfram og við unnum saman í, ég ætla að hafa ekki verið bara 15 ár. Það er svona eitt af því sem að pínu COVID gerði út af þessi félagskapur, svo bara fór maður í önnu verkefni. En þar voru við saman að skapa, bæði við vorum að syngja auðvitað skemmtilega tónlist hérna og þaðan, við laðum mikla áherslu á að við varum ekki bara að nota gömlu lögin, heldur líka að kynna fyrir þeim bara vinsæl poplög í dag og þau voru alveg ofta að tengja bara miklu meira við þau heldur en gömlu lögin, þá var þessi alltaf gaman að spila þau og svo byggum við líka til tónlist, eigin lög og við gáfum mér þess að út plötu í samstarfi við mikið þjóðþekktum tónlistamönnum sem var algjört ævintýri og heldum útgáfutónleika bæði í Þorlákshöfn og í Gamla-Bíó fyrir fullu sal, sko. Þessi hópur hefur Tónar og Trix og stóra staði hjarta mínu. Þegar þarna líka, sko, svo ég haldi þess áfram að segja frá Tónar og Trix, að því að þarna voru eldri borgarar í Þorlákshöfn sem skipuð þennan hóp og það eru jafnframt, sko, fólkið sem byggði bæinn upp, af því að Þorlákshöfn sem mér þykir svo vænt er það nýr að ennþá í dag er til fólk sem var eitt af frumbyggjónum. Sem bara kom þegar þarna var eiginlega ekkert nema sandur og ákvað bara hér ætlum við að búi til nýjan bæ sem að mér finnst svo fallegt, bara hvernig komum við saman og búum til samfélag og þar hjálpaðist fólk að byggja heimili hvors annars, fólk tók saman þátt í að byggja kirkjuna og þessi samheldni sem einkennir litlu sveitafélögin út á landi hefur svolítið tekist að halda í hana þó auðvitað hafi verið mál þar sem að fólki í bænum veru ósamála og svoleiðis finnst mér enn lifa mjög vel þessi svona kjarni svona DNA-ið í Þorlákshöfn. Þú stendur á fertu og þess vegna sko getur þú sagt þessar sögur. Ef það hefur verið aðeins yngri þá hefur þú mögulega mistað af þessu sem þú ert að ræða sko. Það er hérna náttúrulega skemmtir nýfrjálshyggjurnar urðu töluverðar að mínu mati og einstaklingshyggjan hún svona leysti svolítið af þetta samanlega sem að ég tengi líka mjög sterkt við. Ég er nú 2 áratugum eldri en þú en ég átta mig algjörlega á hvað þú ert að fara og þegar þú sko þegar ég heyri þér tala þá svona dettur mér í huga að þér finnist einmitt meiru varða að sem flestir njóti tónlistar og taki þátt í því að flytja músík heldur en að við séum hvert einasta kvöld á Sinfó niður í Hörpu. Sko, já, mér finnst bæði skipta máli. Ég nefnilega, við eigum ótrúlega fjarsjóð í symfóníuhljómsveitunum okkar sem er virkilega flott. Já. Og hún gerir það líka verkum að fólk sem ungt fólk sem tengir við tónlist, það hefur einhverju stefna sem vill fara þessa leið. Því auðvitað þetta bara atvinna fyrir fullt af fólki og mikilvægt fyrir hverja þjóða eiga góða symfóníuhljómsveit. Svo ég tala nú ekki tónlistarhúsið Hörpu sem er náttúrulega algjörlega einstakt fyrir svona litla þjóða að við skulum eiga því að það er sannarlega á heimsmælikvarða. Já, algjör grísa við eigum það og í rauninni spilling og vaðasami fjármálagjörningar sem að leita til þess. En við bara þökkum fyrir. Já, við þökkum fyrir það. En sko tónlistarskólakerfið okkar er alveg ótrúlega gott og við skulum bara alveg... Er það ennþá gott? Það er ennþá gott en það þarf að hreyfast. Mér hefur fundist að hér á höfuðborgarsvæðinu mér hefur fundist ég hafa rakað mjög hratt og mér finnst þetta að vera orðið svona yfirstéttar að þegar ég horfi á foreldra barna á tónleikum í einkareknum tónlistarskólum hér í Reykjavík þá sé ég bara einhverja einmitt ráðherra og forstjóra og hérna þannig að þetta er örugglega ennþá öðruvís út á landi. Sko, ég ætla samt að segja viðkvæm staða sem að hefur orðið hér í Reykjavík og sko það er örugglega Píratar í borgarstjórn þegar mikið talað að það sé aukning í þessum skólahljómsveitum og því öllu sem er frábært en áherslan á einstaklingsmiðanám hefur kannski ekki verið mjög mikil hérna í Reykjavík hefur mér fundist og mér hefur fundist að við þyrftum aðeins kannski að skoða það hvort efnahagsleg stéttaskipting er farin að hafa meiri áhrif og bara tengsl af því að komast miklu færri inn í suma skóla heldur en vilja. Þannig að svo ég sitji það á borðið. Já, ég þekki til dæmis skólahljómsveitar kerfið sem er á höfuðborgarsvæðinu.
Ég leysti af stjórnanda skólahljómsveitar Árbæjar og Breiðholts tíma. Já. Þannig ég þekki það mjög vel og það algjörlega til fyrirmyndar. Því að það mjög aðgengilegt, það kostar mjög lítið og það þessi samspilsþáttur sem að ég til vera gríðarlega mikilvægan þar sem þú hittir aðra til að búa til tónlist saman. Og þannig að það mjög vel gert og svo þessi einkareknu skólar sem nú margir hverjir líka eins og út á landi reknir af sveitafélagunum eins og tónlistarskóla Árnesinga, þetta samvinnuverkefni sveitafélaga í Árnessýslu. Og þá kannski lægri skólagjöld og svona? Já, ég ekki að gert samanburð á því lengi en þau alveg biti og ekki örugglega fyrir alla, það alveg rétt og þess vegna finnst mér mikilvægt að tónlistarskólar að ég veit alveg líka, þú veist, bara þegar ég heyri unga fólki sem að læra að vera kennarar í dag það ekkit endilega finnast mest heillandi að vera einn og einn í tónlistakennslu þó við þurfum algjörlega að standa vörðum það og hafa það í boði áfram fyrir þá sem það vilja vegna þess annars ættum við ekki tónlistafólk eins og Víking Heiðar og Hildi Guðnadóttur og Laufey og annað og sem náttúrulega bara að gera alveg ótrúlega hluti en ég held að það sé mikið tækifæri fyrir samfélagið og fyrir tónlistarskólana og tónlistarlífið að tónlistarskólanir hugsi nýja leiðir meðfram því sem þeir að gera núna sem að eru þá samfélagslega þengjandi að því að með tónlist og því að búa til tónlist saman eða syngja saman eða spila saman þetta náttúrulega líka bara vísindalega sannað að þá getum við auki veljan fólks gríðarlega og við getum búið til brýr á milli fólks ólíkra hópa í samfélaginu eins og bara varðandi þetta skiptir máli þegar við tölum inngildingu hvaða verkfæri ætlum að nota í inngildingu þarna listir og menning skipta bara höfuðatriði myndi ég segja því á samt tungumálun okkar sjálfsögðu og við erum örugglega sammála það líka að við þurfum bæði að horfa til einstaklingana og þessa kollektífa sem þú ert að ræða en hvernig á hvernig heimili elstu upp áttu mörg systkini, ertu yngst, elst hvað gerðu pabbi og mamma? Já, ég elst ég á átti 2 bræður, við erum 2 eftir einn bróður minn látinn segðu okkur eitthvað frá því, hvernig það bara til? Já, ég get sagt þér frá því hann leittist út í fíkniefnaneyslu og lést undir áhrifum Hvað ertu að segja? Í bílslysi, þegar hann var 24 ára gamall Hvað langt síðan það var? Það var árið 2012 Og hvernig gekk þér og ykkur að svona taka á þessu? Misvel, eins og bara gengur það bæði klárun að segja bara frá fjölskyldunum minna því að hitt svo löng saga að mamma mín og pabbi eru verkafólk bæði og mamma vann mikið við heimahjúkurun umönnun aldraðra heimilistrif og félagslega stuðning og pabbi vann lengst af við að keyra vörubíla ýmist fiskflutninga eða mjólkubíl eða slíkt Þú ert að verkafólk sem bara hefur þurft að hafa fyrir lífinu eins og ég og hefur að mörguleiti kent mér svona þá seglu sem að ég hef stuðst við gegnum mitt líf og það var alveg oft á tíðum ekki til mikið peningum og þannig að ég þekki það En bróðir minn var mjög ungur þegar hann leitist út í fíkniefnaneyslu. Hann var mjög aktífur og klár. Hann var rosa snemma farin að tala mjög mikið og alveg eldklár en mjög aktífur og ég hugsa stundum að hann hefði farið aðra leið ef að við hefðum haft skólakerfi sem hefði mætt hans þörfum aðeins betur og að því sögðu þá skólinn sem við ólumst upp í og skóli barna minn í dag, grunnskólinn í Þorlákshöfn hefur allatíð staðið sig mjög vel í því sem hann hefur verið að gera en ég held að þetta bara snúist meira að skólakerfin í heild sinni að krökkum sem að eru ekki alveg með þarfir sem að passa í bóksin sem að við smíðum kerfið okkar utanum að þau hafa mörg bara farið forgörðum út af því myndi ég bara þóra alveg að segja og þá við bróðum minn líka því að hann til dæmis elskaði smíði og ég hef oft hugsað að ef hann hefði bara fengið miklu meira smíði í gegnum tíðina og jafnvel fengið að læra starffræði gegnum smíði eða hönnun eða eitthvað slíkt þá hefði hann ef til vill fundið sína styrkleika Þetta samband hugar og handar sem að einmitt og ég held að það sé auðvitað þurfum við að kenna öllum að lesa og skrifa og all þessi grunnþætti en ábyrgð skólakerfisins finnst mér og auðvitað foreldra með þetta samstarfsverkefni
að við útskrifum ekki börnin á þess að þau séu viti í hverju þau eru góði og átti sig á bara, heyrðu, hér, ég kannski ekki endilega góð í að lesa, þú veist, en ég sjúklega góð í þessu, þú veist, að við göngum öll með einhvers konar vissum eigið ágæti út úr skólakerfinu. Þegar ég held að ef við höfum einhvers konar fjöl til að hvíla á þegar við sleppum grunnskólanum að þá mun meiri líkur á að við plumum okkur sko. En það var ekki kannski reyndin í hans tilfelli og hann fór í neyslu snemma og afbrot og sat inn í fangelsi og fleira og þetta bara eins og allir sem hafa reynt þá þetta bara alveg ótrúlega mikið álag á allar fjölskyldur. Fólk tæklar það að eiga aðstandanda sem það elskar sem að fer þessa braut með mjög mismunandi hætti. Sumir loka á manneskjuna þegar þeir bara höndla ekki, veit ekki hvernig þeir að gera þetta og telja sig vera að gera best með því að hlífa sjálfum sér og börnunum sínum jafnvel við því að þurfa að eiga við einstakling sem í neyslu. Á meðan aðrir gera algjörlega allt fyrir hann og við komandi kannski fyrir aðeins lengra heldur en eðlilegt helst, meðvirkni svo kölluð. Þannig að þetta bara mjög flókið og mikið áfall þegar hann svo lætur lífið en hluti af því að búa eða sem sagt að vera í fjölskyldu með einstakling sem í neyslu að maður samt alltaf að undirbúa sig fyrir þessa fréttir sko. Þannig að mín fyrstu viðbröð ég man eftir því sko þegar lögreglumaðurinn sem að banka upp á heima mér til að tilkynna okkur þetta kemur sko. Mín fyrstu viðbröð voru bara, ég vissi að þetta myndi gerast en bara ekki strax. Þú veist, þetta var maður var svo undirbúin yfir þetta en en þetta var alveg óbúslega erfitt. En á sama tíma þá var þetta svona vendipunktur í mínu lífi því að þarna fann ég að ég gæti ekki unnið úr þessa reynslu sjálf. Þannig ég fór og leitaði mér aðstoðar og fór þá bara svona að vinna út úr alls konar málum, eiginmálum og bara svona umhverfi sem maður var í sem gaf mér mikið styrk og alla tíð síðan hef ég alltaf verið með mína manneskju sko til að fara til og ég mæli eindregið með því fyrir alla sem að líður eitthvað skringilega og jafnvel þó manni líður bara vel. Það kemur alls konar upp á í lífinu og það ótrúlega dýrmætt að geta leita til einhver sem með þá sérþekkingu að aðstoða aðra og þetta þarf ekki að vera sálfræðingur því það svo mikið talað að það erfitt aðgengi að sálfræðingum og þetta kostar mikið. Við erum til dæmis bara með ótrúlega dýrmætt starf í kirkjónum okkar þegar kemur að þessu og hjálpar að fá víða. Þannig að ég bara skora þá sem hlusta og líður eitthvað illa að leita eftir stuðning sko. Já, og bara til að deila því með þér, þá hef ég sjálfur lent í krísum og einmitt bæði rætt við sálfræðinga og presta eftir föngum og ég sammála hverju orði sem þú segir. En takk fyrir að deila þessu með okkur. Þegar ég spurði áðan hvernig ykkur hefði gengið að takast á við þetta, þá sagði það misvel. Þú sem sagt vannst í sjálfræðar en það voru kannski ekki allir, það getur verið menningamunur, kynslóð á því hvort við leitum okkur aðstofar eða ekki, þannig að var það sem varst að vísa til. Já, og það bara fólk, þú veist, fer í sína, þú veist, við gerum þetta öll okkar hátt. Já. Og sumir missa kannski tökin og nú tala bara svona almennt þetta. Já. Tekur lengri tíma að finna farveg þar sem að fólk leitar eftir aðstoð en sem betur fer þá gerist það nú oft á endanum og við ætlum ekki að fara kannski nánar út í hvernig mínu fjölskyldumeðlimir hafa tekist á við þetta en ég bara eins og ég segi það er bara svo gott þegar maður gerir það, fer og virkilega vinnur út úr hlutunum, því annars bara þetta í bakboka sem þyngist sko. Já, ég skrifaði bók dauðann. Já. Þannig að ég á heimavelli í þessu umræðefni. Ég talaði við mjög marga Íslendinga sem höfðu mist nánustu aðstandendur og það eiginlega mest að furða hvað þetta mikið tabú sem subject ennþá og það margt sem bendir til þess að dauðinn hann sé fyrirferðarmestur þegar við látum eins og hann sé ekki þarna. Þannig að geti verið tækifæri bara vegna þessara sögur sem þú ert að miðla hér að hlustendur og áhorfendur velti því fyrir sér hvort það eitthvað eðlilegt við það að við erum jafnvel finnum fyrir skömm gagnvart
döðan. Einmitt. Já. Hann er hluti af lífinu. Heldur betur, hann er leiðarljósið í lífinu, vilja segja. Já, í raun. Af því að það sem þetta hefur líka kennt mér þegar að maður hefur upplifað það að missa einhvern nákominn, er að lífið er bara svo miklu minna en sjálfsagt, sko. Akkúrat. Og þegar maður einhvern veginn fattar það, að þá reynir maður ofta svona að bara upplifa lífið betur. Já, það er stóra gjöfin sem fylgir oft áföllum og krísum og því einmitt að missa aðra, þótt þessi hræðilega sárt. Já, við verðum einhvern veginn að allt verður að við verðum að geta dregið lærdóm til bóta, helst af öllu því sem rekur á fjörur okkar. Er það ekki, snýst ekki glíman einmitt það? Jú, allt kemur einhvern veginn til manns til að kenna mann eitthvað. Já, akkurat. Það er nú stóra myndin, held ég. Einmitt. En var sko, af því ég hef sérstakann áhuga á listafólki sem myndu segja að það væri vegna þess að það er svona súbraut sem ég hef sjálfur daðra mikið við og mjög margir vinir mínir eru listamenn að var þetta ástríkt heimili, var þetta skapandi heimili? Nei, sko, þetta var, það voru alveg ástríkt í bland, en það voru líka, ég meina þetta bara, það eru átök sem tengjast í þegar er bara árekstrar vegna þessa sem ég var að lýsa á þann. Fátæktar og þegar einstaklingur leiðist út í fíkniefni snemma með afbrotum og annað. Innbyggð spenna. Já, þannig að það voru, mér fannst sko, foreldrar mínir voru náttúrulega bara mjög mikið að vinna og en við áttum yndislega stundir þessu milli sem að ég tengi oftast við sko ferðalög. Innanlands, við fórum aldrei til útlanda með foreldrum mínum. Nei, það hefur verið sárt. Nei, ég var ekki að pæla í því, sko. Var engin samanburður? Nei, ekki þá. Það var ekki allir á tenni þá. Nei, alveg rétt. Sko, ég fór undan foreldrum mínum til útlanda. Ég fór með skólalúðursettin til Danmerkur. Þegar við, man ekki eitthvað 14 eða eitthvað svo leys. Höfðu þau þá aldrei? Þau aldrei farið út. Áhugavert. Og já, en við ferðumst mikið innanlands, vorum oft í sumarbústað og áttum, fórum í útilegur og þetta eru svona mínar bestu stundir með fjölskyldunni og ég reyna að gera mikið af þessu með mínu börnum líka. Já, ég trúi því. Já. Og þú átt, hvað, 3 börn? 3 börn, já. Og hvernig eru þessi krakkar? Það eru yndisleg. Þau eru ótrúlega ólík en öll jafn yndisleg á sinn hátt. Elsta stelpa mín er 23 ára. Nú, hún er rífullorðin. Já. Og svo eru hinn... Þýðir það að þú varst 17-18 þegar þú egnaðist? Ég var 17 ára, já. Ok. Og svo eru hinn börnum mín að verða 16 og 8 í sumar. 16 og 8? Já. Ertu með barnsföður þínum föður stúlkunar sem er orðin 23 ára? Nei, og ekki heldur föður stúlkunar sem er 15 ára? Nei, ég er gift honum Tómasi Jónssoni sem er tónlistarmaður líka og við fundum hvort annað 2013. Og eigið eitt barn saman? Já. Hvað sko ég er búin að segja að það væri bannað að tala um pólitík. Já. En það er kannski ekki alveg augljóst sko fyrir mannesku sem að verður góð á trompett og tekur alls konar gráður í músík og menningar stjórnunar gráðu meðal annars frá Bifröst. Það er ekki alveg kannski augljóst að þú endir inn á Alþingi. Var einhvern tímann eitthvað svona augnablik sem að rann upp sem opnaði farveginn fyrir þér í þess átt? Sko, ég myndi ekki segja að það verið augnablik. Nei. Þetta var svona röð af alls konar hlutum. Ég hef alltaf verið þannig að ég segi það sem ég finnst og hef sterkar réttlætiskennd og og svona líka þess að þörfa að láta gott að mig leiða með einhverjum hætti, gera gagn og gerði það talsvert bara í gegnum menningu tíma, til dæmis með því að bara að vinna með þessum hætti sem var lýsa á það með eldri borgurum og fangana ég hefði gjarnan vilja gera eitthvað meira til dæmis í fangilsum með tónlist en gerðin það nú ekki og svo var ég að vinna mikið með ungu fólki með tónlist og
eitt sumarið varum við að vinna með byggum til verkefni sem heit Listasmiðja náttúrunnar þar sem við fengum fjölskyldur til að koma og búa til listaverk í sameiningu. Þetta var ekki svona skilja börnin eftir okkur, við sjáum það, heldur komið og eigi saman geðast undir og já, þannig að maður hefur oft verið í einhver svona samfélagslegum verkefnum og svo hef ég bara alltaf fylgst vel með pólitík. Frænka mín tengt þessari réttlætis tilfinningu. Já, og mér finnst bara skipta máli hvernig samfélaginu er stjórnað. Og fyrirmynd sem heitir Halldóra Sigríður Sveinsdóttir og verkalýðsleiðtogi, hún formaður Bárunnar og alla tíð þá gaf hún sér alltaf tíma til að ræða við mann og við vorum mjög ungar sko, ég og hennar dætur þegar við vorum mikið að velta fyrir okkur pólitík. Og réttlæti. Og bara svona einmitt þessum hlutum. Og hvernig við deilum gjöfum jarðarinnar. Já, og svo þegar ég flutti í Þorlákshöfn, ég og maðurinn minn við byggum í Reykjavík og vorum hér á leigumarkaði og gáumst upp á honum 2018 og vildum kaupa okkur. Og þá stóð valið á milli þess að kaupa litla íbúð í Reykjavík eða bara fara heim í Þorlákshöfn og kaupa bara hús fyrir saman pening. Þannig ég náði alveg að selja honum þá hugmynd hvað yndislegt að búa í litlu samfélagi eins og í Þorlákshöfn. Og við endum á að kaupa okkur hús þar, eitt af elstu húsunum í bænum sem með mikla sál og mjög fallegt. Og þá náttúrulega fór maður strax að hugsa bara hvað að gerast hér, hvernig er verið að stjórna í mínu samfélagi hér. Og fórst í sveitarstjórn? Já, enda á því eftir að hafa svona fylgst vel með og svona skipt mér af einum og einu hlut svona bara sem íbúi og fann bara að það þýðir ekkert að vera bara að tala þú veist að hlutinni verða að breytast maður það bara vel tilbúin að gera það sjálfur. Myndirðu segja að vera stjórnsöm? Af þessu leyti, en í góðri merkingu. Í góðri merkingu. Ég finnst bara auðvelt að leiða áfram verkefni og að það að vera í pólitík er ákveðið verkefni. Þú ert bara með ákveðið verkefni í höndunum sem að þarf að bara láta ganga. Og við vorum nokkur saman sem að stofnaðum nýja lista fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar í Ölfusi og náðum inn einu manni sem var ég. Þannig ég fór inn í bæjarstjórn og stóð þar í svona talsverðri baráttu fyrir í náttúruvernd. Já, þú ert náttúruverndarmanneskja. Ég er það. Já. Og tónlist, náttúruvernd, réttlætiskennd. Já, landsbyggðin er hjartasmál. Já, þannig að það kendi mér rosalega mikið að þetta snerist það að það var þarna þýskur sementsrisi sem vildi koma og byggja gríðarstóra verksmiðju í túnfætinum í Þorlákshöfn og moka út heilu fjöllunum til og stundan námugröft á hafsbotni og ég sagði nei takk og mér fannst ekki nóg vel að þessu staðið líka af meiri hlutanum sem var og okkur í sameiningu tókst bara að koma því mjög vel á framfæri og þannig að fólki endaði að hafna þessu verkefni í íbúðakosningu og þetta í raun sýndi mér bara að ég hefur öll sem að skipta máli þannig að þegar svo kosningarnar núna þegar var slitið ríkisstjórnin og kosningaboðaðar og allir fóru að setja saman lista og hafa leitað til mín þá hugsaði ég mig bara hratt og vel og sagði svo bara já af því ég fann alveg átt erindi. Vald eld. Já. Umbótavilji, alltaf í brjósti. Algjörlega. Ég held þú njótir þess að það er svo gott að fæðast í fátækt og það er svo gott að fæðast inn í verkamannafjölskyldu vegna þess að sko ef þú ert heppinn í lífinu og ef þér gengur vel að þróast og blómstra í lífinu þá þekkirðu öll svið en til dæmis ef maður fæðist silfurskeiðungur og er alltaf í efsta lagi og fer í pólitík þaðan þá er maður bara klúles hægi svo margra þannig að en sko það sem hefur verið sagt samfylkinguna núna í seinni tíð er að hún hafi færst aðeins svo mikið til hægri og það vanti svolítið sko raddir eins og þú hefur verið að tala fyrir núna bara hér við rauðaborðið í þessu spjalli okkar finnst þér þú hafa sérstæðu meðal sko alvöru vinstri
verka fólks arms í samfélkingunni? Er þetta orðið aðeins og kósi svona hægri krattar með forréttindi í flokknum þínum? Ég tengi lítið við það, sko. Já, þú gerir það ekki? Nei. Ég, fyrir mér sko, mér finnst þess að þessi umræða hafi byrjað, sko, svona þegar formaðurinn okkar fór að tala fjármál með þeim hætti að hún skeikaði þeim sem höfðu einhvers konar enga rétt á að telja sig geta tala fjármál. Okay. Eða skilurðu. Hún þarna kemur bara kona sem með virkilt vit á því hvernig þarf að reka þetta samfélag. Já. Og með því einhvern veginn kemur einhvers konar hægri stimpill sem að mér finnst bara ekki mega neitt sens. En finnst þér flokkurinn að hafa mikil tengsl við verkalýðshreyfinguna og svoleiðis? Já, mjög mikinn. Okay. Og til dæmis á landsþingi Samfylkingarinnar sem var núna haldið fyrir páska. Þar var forseti ASÍ með ræðu þar sem hann sagði meðal annars að Samfylkingin væri rödd stéttarfélaga inn á Alþingi. Þannig að þetta ekki bara mín tilfinning heldur þetta, og við erum nú með fyrir formann verkalýðsfélags líka, Kristján Þórður, hann með okkur og já, þetta algjörlega sá hópur, við tölum það, við viljum standa vörð almanna hagsmuni, ekki sérhagsmuni. Nei. Og almenningur ekki hálauna fólk. Nei. Það það ekki. Nei. Gott að heyra. Eftir hverju sækistu svona í fari fólks? Hvað þú eignast nýjan vin? Hvað það sem þú hefur mestan áhuga á í fari einstaklingana? Góð spurning hjá þér. Sko, mér finnst fólk oftast bara vera mjög áhugavert bara til að byrja með, og mér finnst mjög gaman að eiga djúp samtöl við fólk. Já. Þannig að ég ekki droslega góð í svona einhverju small talk stemningu. Okay. Þannig mér finnst mjög gaman að eiga vini sem að bara virkilega eru til að ræða málin. Já. Og eru óhræddir við átök þá eða hvað? Það ekki átök sem einkennir vináttu sem við mína vinni, sko, heldur bara að kafa í málin, sko, og svona reyna að skilja samfélagið og manneskjur líka. Já, ég hef sjálfur pakkað svolítið með sumar skoðanir seinni ár. Ég hef ekki þorað að viðra allar skoðanir, ég hef ritskoðað mig fyrirfram og ég hef veltið fyrir mér ægin en ekki að skrifa að segja þetta því þá er allt brjálað. Hefurðu upplifað það einhvern tímann á þínu eigin skinni? Nei, ég hef ekki ennþá ritskoðað mig, en við til dæmis bara vinkonuhópurinn ósamála til dæmis kirkjuna. Já. Nú aftur að minnast á kirkjuna í þessu viðtali, en ég til dæmis mikið stuðningskona þjóðkirkjunar. Já, mig grunaði það, og þess vegna hefur minnst á hana. Já, en ekki þar með sagt ég sé alltaf í messum eða slíkt. Nei, það fyndið samt að skuli þurfa að setja fyrirvara, þú svona hálf skammast þín fyrir að hugsa líkt til kirkjunar. Já, sko, þetta nefnilega það sem mér finnst svolítið sérstakt við umræðinu kirkjuna. Já. Að það sé fólk sem einhvern veginn stimplar þau sem kirkjunar fólk einhvern veginn eins og einhver lúnís, sko, oft á tíðum. Af því að mér finnst bara kirkjan gegna svo óbúslega miklu hlutverki í okkar samfélagi. Og ekki síst oft út á landi. Og sérstaklega út á landi. Þar getur hún verið mjög öflug stofnun. Já. Og tala trú og svona, þú veist, við erum ekkert alltaf sammála það en við getum rætt það. Já. En það kostar ekki rifrildi samt. Nei. Þetta er bara ólíka skoðanir og þetta finnst mér bara áhugavert þegar maður og þess vegna finnst mér svo gaman líka eins og í okkar góða þingflokk Samfylkingarinnar, uppáhaldstímapunktur minn í hverri viku eru þingflokksfundirnir sem eru 2 tíma fundir í hverri viku. Þetta finnst mér mest skemmtilegasti hlutin af þessu öllu saman, fyrir utan það náttúrulega gaman að fara landi og hitta fólk og kynnast samfélaginu. En að því að þarna fáum við tækifæri til að ræða á dýptina mál sem eru okkar hjartasmál og við erum að reyna að koma á hreyfingu, því það sem ég hef líka upplifað, sko, verandi í, þú veist, stjórn, að því að þú veist að maður
maður vinnur örugglega hlutina öðruvísi heldur en í stjórnarandstöðu. Ef ég væri í stjórnarandstöðu væri ég örugglega búin að fara rosalega oft upp með einhverja svakalega ræður það þennu aldrei að laga þetta og laga þetta sko. En þegar maður í stjórnarmegin þá beitir maður sér þannig inn á þingflokksfundum og reynir þannig að hafa áhrif á gangu mála. Þannig þetta eru mínu uppáldstundir. En af því að þú hefur þetta góða viðhorf segi ég til lífsins að horfa bara beint í augunum fólki og ræða það sem þarf að ræða og ert ósmeik við það. Hvernig gengur að vera glæni í meirihluta sem að kalla náttúrulega ákveðin trúnað og diplomatíu og það er kannski ekki alltaf rétt að segja skoðun sína og svona. Hefur þú þurft að læra margt síðustu mánuði? Já, þetta er bara rosa skóli. En ég hef aldrei upplifað að ég get ekki sagt mínu skoðun. Nei, þú hefur aldrei gert það. Nei. Við bara tölum opinskátt og finnum fleti. Já. Ég hlustaði á umræðu á Alþingi í morgun að vera búið til eitthvað leikrit hjá minnihlutanum umræðum fundarstjórn eða eitthvað og langur kapli þar og þar sé ég Ingu allt í hinu koma að ráðherrann og dúndra varstu í salnum? Já, þú veist hvað ég er að tala og það var svolítið svona hressandi andblær og það verður að viðkennast að þetta var í fastari skorðum áður fyrr. Það var kannski lengra í kjarnan, það var kannski meira form. Þetta er svolítið dýnamist, þetta er mér finnst stundum þegar að fylgjast með ykkur eins og þeir séu ekki að drekja innihaldi umræðunar einmitt í einhverju formi og maður vonast stundu til þess að þið haldið sinn lengst í þetta. Já, ég held að allir ætli bara að halda áfram að vera þeir sjálfur og trúir sinni sannfæringu en það er einmitt sannfæringin sem ræður og eins og í þessu máli sem þú ert að vísa til sölu á Íslandsbanka þar er Inga bara trú sinni sannfæringum og hún telur þetta ekki endilega best en hún hvílir í krafti þessa meirihluta sem að myndar þessa ríkisstjórn og sannfæring hennar er að það er rétt að vinna að málum með þessu meirihluta og gullgæsin á grillið og gall í hálsi. Ég kann svo vel að meta Ingu, mér finnst hún frábær. Slátra gullgæsinni hendina á grillið. Ég verð að viðurkenna það er gall í hálsinum á mér. Já. Lífið væri meira hressandi ef við tölum bara svolítið svona beinskeytt eins og hún gerir. En þeir eru náttúrulega alveg ótrúlega hnípnir margir stjórnar andstöðu þingmenninir núna maður ég fylgst með þeim í veiðigjaldaumræðinni það er svolítið eins og þessi búin að missa mótjóið sitt þetta er alveg rosaleg valdaskipti sem eru í gangi og þessar löngu hefðir ég byrjaði að vinna við blaðamennsku 1984 þannig að þú getur rétt ímyndað hvað þetta eru mikil umskipti sem maður verður að verða vitni að hér nú. Ég kom inn á það í ræðu minni til dæmis veiðigjöldin að þetta er í fyrsta sinn í 6 ár þar sem að annarkvor helmingaskipta flokkarna situr ekki við völd. Akkurat. En það hefur aðeins gerst í 6 ár. Ekki er rugla, ég ætla að segja þetta hefur aðeins gerst. Já, á 6 árum. Í 6 ár. Og þar voru 4 frá 1944. Já, og þar voru 4 í brjálæri reiði og svona algjöru upplausn í samfélaginu. Já, einhverju uppsópun eftir hrun. Já. Þar sem að reyndar voru alls konar mistök gerð af hálfu bæði Samfylkingar og Vinstri grænna held ég nú eftir á að hyggja. En það var svo sannarlega ekki auðvelt fyrir þessa flokka að starfa vegna þess að þeim var gert óbúslega erfitt fyrir með því að stofnanir samfélagsins voru allar einhvern veginn á klafa gömlu valdaflokkana. En nú eru breytti tímar. Já, sannarlega og ég mér finnst mjög gott því þegar maður fór á stað í kosningabaráttuna ég hef svo ofboðslega trú á þessu verkefni, trú á formannum okkar og svo góða plani sem maður búið að leggja upp með að maður fór svo vongóður að við erum í alvöru að fara að breyta ykkur og mér er svo gott að mér líður ennþá þannig eftir hálft ár frá kosningum mér líður ennþá eins og við séum í alvöru að fara að breyta ykkur því að hversu oft hefur maður haldið bara
að hlutin bara get ekki breyst. Einmitt. En hvert færirðu, við verðum vist að fara að slíta þessu, ég hef gjarnan vilja spjalla við þig miklu lengur, en gaman að ræða við þig. Sömuleiðis. En hvert færirðu, segjum nú bara að það búið til kosninga eftir 1 ár, það myndi sjóða upp úr á stjórnarheimilin og þú myndir ekki komast á Alþingi aftur. Hvert myndi hugurinn leita? Hvert væri draumastarfið annað en það að vera þingkona? Sko, ég var í draumastarfi fyrir þetta. Ég var verkefnastjóri dagskrárgerðar í Hörpu sem að felur það í sér að ég var að sjá viðburði sem Harpa sjálf svona að búa til og framleiða og fá til landsins. Þess vegna varstu fljót að verja Hörpu þegar ætlaði að stilla henni upp á móti föngunum og gamalmennum. Já, Harpa bara, ég er með Hörpu hjarta eins og við segjum. Þú ert með Hörpu hjarta. Já. Þannig að ég var bara mjög ánægð í því starfi, þannig að það til dæmis væri bara gaman að fara aftur í það, en svo ég get hugsað mér að starfa við svo margt og mér líka alltaf dreymt að búa í útlöndum, kannski myndi ég finna mér eitthvað verkefni þar, ég veit það ekki, ef fjölskylda myndi vera til það, en svo svo kannski bara fari að vinna fyrir þingflokkin. Já, kannski. Við erum alveg ótrúlega frábært starfsfólk sem að vinnur með þingflokknum og skiptir rosalega miklu máli í þessu svona heild sem að hópurinn er. Góðu mórall. Mjög góðu mórall. Bara ótrúlega vel gerðir einstaklingar í hverju einstu skrifstofu á hæð samfélkingarinnar. Ég var einn vin í hópnum, Logi Már Einarsson, við erum skólabræður Remma. Já. Útskrifuðum spáðir 85. Við erum að fara að fagna 40 ára stúdentsamali núna. Akkurat, já. Þannig að hann nú ekki leiðilega maður. Ekki aldeilis og gera góða hluti í mikla trú á honum í ráðuneyti menningamála og háskóla. Akkurat. Nýsköpunar. Einmitt. Ása Berglind, Hjálmarsdóttir, kæra þakki fyrir að koma. Ég beist afskunar á því að ég braut eigin reglur og rabbaði þetta allt í við pólitík, en mér langaði til þess að fylgja suma því eftir sem framkom í okkar persónulegu spjalli og ég veit ótrúlega miklu meira þig núna, finnst mér, og fyrir hvað þú stendur, heldur en fyrir nokkrum mínútum, og ef hlustendum og áhorfendum líður þannig og ef þér fannst gaman að koma, þá er tilgangun að ekki satt. Jú, þetta var mjög gott spjall, bara takk hella fyrir mig. Og við höldum áfram dagskráni við rauðaborðið, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.